Jæja, gleðilega Þorláksmessu. Já, eins og þið sjáið ef þið eru að horfa þá erum við í mjög miklum kósi gýr. Elva er í nýju setupi og ég líka. Ég fekk íslenskan gest í gærkvöldi og ætlaði að leyfa henni að sofa þannig að ég bara færði minn í herbyggi. Já, þú fekkst íslenskan gest. Já. Hvað? Ég er hérna með sængina ofan á mér og var að koma úr baði og alveg bara kósi. Hvað er þú í nýju setupi? Af hverju? Það er svo mikið drasli alveg. Nei, það er svo mikið að jólagjöfum alls staðar þar sem ég er vön að vera og ég bara er að fara með þær allar út úr húsi á eftir. Ég nenni ekki að fara að færa þær á gólfið. Ég á bara það er minna vesen ef ég færi mig bara hingað. Já. En mér langaði að byrja aðeins að þakka öllum fyrir að hlusta að því að ég er bara í sjokki búin að vera að fylgjast með náttúrulega bara þetta er svipað á þegar maður er með eitthvað svona bás að ég er alltaf að vera í fressa tölunar svona allan í byrjun og ég er bara í sjokkinu hvað það eru margir að hlusta á okkur þannig bara takk ógeðslega mikið og líka þú veist ef þið eru að gleyma að subscribe eða followa á þú veist Spotify eða á Apple Podcast þá bara væri ógeðslega gott og hjálpar okkur að svona tróða okkur framar líka má ekki vanmeta word of mouth þú veist ef þið eru að fíla þetta og segja tell your friends. Ég sá eitthvað posta inn á Beauty Tips, eitthvað svona bráðvantar nýtt podcast til að hlusta á eftir að þarf alltaf að vera grín hætti eða eitthvað svona og ég náttúrulega fór rakleiðis í kommentin til að tóka hvort við ættum ykkur fans og það voru 2 komment. Ég var næstu búin að kommenta sjálf bara ekki eitthvað anonymously, heldur bara já, það er podcast sjátt á sjálf mig, það er podcast sem að ég er með og systir mín með endilega hlusta. Nei, bara allir að posta Beauty Tips og sjátt Já, ég er að pæla og ég gera anonymous post á Beauty Tips bara, oh my god, hafið þið heyrt það þessum falsfréttum? Oh my god, Elva, ef það kemur núna eitthvað anonymous post þá er það ekki ég af því að ég myndi ekki posta þessu anonymously, ég myndi posta þessu bara og ekki skammast mér fyrir það, sko. Já. Ertu búin að sjá? Nei, ok. Að því að tala um þetta, ég sá hérna, það var eitthvað að posta inn á eitthvað svona matar, eða eitthvað svona sparnaðatips. Eitthvað svona gaur sem að posta eitthvað svona, oh my god, ég var að fá þvílíkan díl af nautakjöti í meilabúðinni, eitthvað, bara á eitthvað skít og kanil, skilurðu. Það voru nokkrir búin að koma þetta undir, bara eitthvað, er þetta auglýsing eða blablabla, af því þá er þetta greinlega eigandinn, þú veist, af því að hann var að auglýsa eitthvað svona sparnaðar app eða eitthvað, ég man ekki hvað það heitir, ég man ekki hvað appi heitir, en eitthvað svona sem þú getur séð, eitthvað svona dílar af hinn og þessu sem er að renna út eða eitthvað. Mér fannst það bara að fyndi af því ég var svona, ok, go get your bag, en samt líka ógeðslega fyndi að segja þetta og ekki segja bara svona, já, ég er einni eigandi fyrirtækisins sem ég er að auglýsa, hvað er mikið snillt. Já, ef ég myndi auglýsa mitt eigi podcast, þá myndi ég alltaf segja ég er ein af þáttastjórnendum. Ég hafa líka bara svolítið erfitt með, þú veist, eftirnáminu okkar og bókstaflega helmingurinn af nafnin á þættinu. Já, en það var svona gaur í vinnunum minni sem sagði við mig bara í gær, bara eitthvað þegar ykkur sagði bara eitthvað, já, Elva Falsdóttir með falsfréttir eitthvað í hádegismat, þá var hann bara eitthvað, býtu, já, ég bara fatta núna, djúlega þetta sniðugt eitthvað, fatta núna nafnið, þetta tengist eftir nafninu okkar. Ég er búin að fá nokkur svona skilabóð bara eitthvað, já, ég er búin að hlusta 2-3 þætti og ég er ennþá að býða þetta eitthvað falsfréttir. Í alvöru? Eða þú veist, bara kveikir þá á perunni, skilurðu, og ég bara ekki byrja að hlusta þetta ekki á fyrsta þáttin, þú veist, bara það sem við erum að útskipta nokkur sinnum. Já. Ég lofa oft, en já, þú veist, ef þið eru ekki búin að fatta núna þá er þetta ekki falsfréttir. Við heitum bara falsdóttir og já. Við erum falsdætur. Og við erum fals. En ekkert við okkur er falskt. Við erum einn að beini. Og ég veit að ég mun aldrei I will never beat the BBL allegations. Þú veist, þrátt fyrir að vera falsdætur, þá er ekkert falskt við okkur. Og þú veist, ég veit, ég var alveg oft fengið eitthvað svona BBL allegation. Akkur get ég ekki sagt allegation, ég sé alltaf allegation. En já, ég hef svo oft fengið eitthvað svona BBL allegations og þú veist, ekkert við mig falskt, dömur mínir og herrar, bara njótið á meðan ég veit ekki eins og hvað ég að segja núna, þú veist.
Njótið að minni labba fram með okkur. Yes. Þú veist, ég hef núna bara eitthvað að bulla, sko. Það hefur enginn ever álykta það að ég hef verið í BBL. Fyrir hvað stendur BBL? Brazilian butt lift. Ég held að vera eitthvað boobs, big boobs eða eitthvað. Big boob lover. Nei. Vissu ekki svona að vera með rassinn? Jú, þess vegna var ég að segja eitthvað svona, ég ætlaði að segja ass, en svo er alveg nei, það er ekki neitt. Svo segir bara big boob lover. Já, BBL. Jæja. Amma, byrja Elisa að orta að hlusta á þetta. Já, joke. En ég er með smá óskalista. Já. Fyrir jólin. Efsta óskalista hjá mér fyrir þessi jól er refill af Centella Light Cleansing Oil af því að ég er næstu búin að klára mína mest og svo mikið snild. Og þetta er sérst bara svona olía til þess að taka make-upið og daginn af og bara geggjað fyrsta skref í reynsun. Mæli sjúklega mikið með, fæst í Krónunni og Hagkaup eða annarkvort, ég veit ekki, ég er allavega skinn 1004 fæst í Krónunni og Hagkaup, held ég, allavega í Hagkaup. Skinn 1004, já. Segð þú mér, er það Krónunni líka? Það er í Krónunni. Sko. Mitt væri hann að hyaluronic acid maskinn þeirra, sem heitir endur ekki hyaluronic acid, hann heitir eitthvað hylo, en hann er svona blár einnota maski. Ég myndi vilja svona 10 svoleiðis. Samanborið við aðra svona einnota maska, svona raka gefandi maska, þá finnst mér þessi vera alveg bara svona by far langbesti. Nice, ég þarf að pröfa hann. Þú þarft að pröfa hann. Líka því að þú þarft ekki að vera með hann áður eitthvað svona heil lengi, þú veist, ég held ég hafi bara náð að vera með minna á mér í 10 mínútur og ég fann bara hvað hann gerði mikið fyrir mig, sko. Nice. En eigum við að ræða eitthvað krassandi, eða? Já, kannski eitthvað krassandi sem gerðist í vikunni, eða hvað, síðustu viku. Er fólk búið að hlusta, búið að fylgjast með málinu morðin á Rob og Michelle Reiner? Ertu búin að vera að fylgjast með þessu? Nei, ekki tanni séð, þú veist, ég hef bara séð, þú veist, ég er ekkert búin að eitthvað leita mér upplýsingar þetta, en ég er búin að sjá bara á TikTok og eitthvað og ég sá eitthvað svona klippi bæði way þetta á að vera eitthvað voða frægur kall, bransakall, þetta er ekkert hvað þetta er. Ok, þú veist, voða frægur kall, hann er bara búin að vera, þú veist, gera með marga myndir sem á, þú veist, fólk sem er aðeins eldri en við elskar, skilur, og svo er alveg mjög margir sem að muna eftir honum sem pappina Jessie New Girl, þú veist, eitthvað svona sem er svona örgulega fólk aldrei mig sem að horfið, þú veist, á þessa seríu, skilur. Horfið þú einhvern tímann New Girl? Með hana Schwartz, nei, hvað heitir hann aftur? Jú, eitthvað slags. Já, nei, ég horfið ekki á það. Ég horfið eitthvað smá á það, en þú veist, ég myndi ekkert eitthvað sérstaklega eftir honum sem pappinar, en ég myndi svona, ég alveg, ok, ég sé hann einhvers staðar, en já, þú veist, bara búin að framlega iconic myndir, skilur. En já, hann og konan hans Michelle Reiner voru stungin til bana, segja sögurnars, síðustu helgi, kannski þar síðustu helgi þegar þátturinn kemur út, og það búið að handtaka son hans, sérst, já, ég held að sé 93 módel, sem er búið að glíma við eiturlyfja fíkn og svona myndi giska á hann væri eitthvað svona antisocial, ég veit ekki alveg, svona með við sögursagnir og síðan sérst, þau sögurnar segja að þau hafa verið í partí hjá Conan, eitthvað svona jólapartí og hann hafi, eða þau hafa tekið hann með sér til þess að fylgjast með honum eða eitthvað svona, þess að hafa auga með honum og þar hafa hann eitthvað farið að láta mjög skringilega og seinna kvöldið eða morgun eftir hafi hann sérst, já, framið þennan verknað og ég skil ekki hvernig þið vita svona mikið af þessu en sérst, það er alltaf búið að gefa út að dóttir hans hafi, eða dóttir þeirra hafi hringt í Neyðarlínuna og að hún búi eitthvað nálægt foreldri eða húsinu þeirra þannig að bjó hann hjá foreldri sínum? Hann var vist búin að vera svona inn og út úr eitthvað gesthás á hérna já. Á svæðinu, eða þú veist, á lóðinni já, sérst, nuttari á að koma að nutta þau á sunnudeginum eða húslega svo kemst ekki inn og næri ekki sambandi við þau þannig að hringir í dóttirina sem býr, þú veist, í götunni eða eitthvað nálægt og hún kemur og það er sérst hún sem að finnur hann, pappan og fær sérna vita þegar að hérna, viðbragðsaðilar koma að mamma hennar sé líka dáin. Sæll. Brútal. Og var sonurinn í
gestahúsinu eða var hann ekki? Nei, sérst, það nefnilega segir sko allavega eitthvað sem ég sá var að það er tjekka hvort að hann sé á svæðinu eins og hann hafi átt að vera í gestahúsinu eða eitthvað svoleiðis en hann var ekki á svæðinu og ég held að það hafi bara allir vitað og örgulega systirinn líka og bara herði hann er bara búin að vera að missa viti þannig að það hlýtur að vera hann skilur þess vegna var bara fundið hann strax kvöldið þarna á vappinu eitthvað skil. Mér finnst þetta svo áhugavert af því að þetta er eiginlega svona þriðju kynslóðar svona nepo baby sérst afi þessar stráks er líka svona eitthvað frægur og pappans já get ekki ímyndað mér að vera bara nepo baby yfir höfuð skilur og bara svona alast upp við að vera bara hvað það gerir við hausinn manns örugglega skilur að vera bara eitthvað svona já og líka bara ógeðslega sorglegt allir svona vinir þeirra og svona fólki í kringum var bara þau reynda að gera allt fyrir hann að strák skilur bara að búið að borga vera hann í meðferð skriljón sinnum og bara já búið að reyna allt til að hjálpa honum síðasta fíbl ekki fætt nei it's one way to put it en næsta er og þetta er segvi inn í jólaþáttinn ég bað Elfu að hjálpa mér að finna út í hvað þetta jólajomma ertu ekkert búin að sjá þetta? Ég bara aldrei séð þetta Ég er búin að sjá allavega 4 eða 5 seti í stóri eitthvað jólajomman í ár eða jólajomman 2025 og ég er að giska að þetta komi einhver stað frá og ég vildi ekki googla þetta því ég vildi svona komast að þetta hlýtur að vera eitthvað danst eða eitthvað Jomman, er þetta mynda eitthvað sem þau eru að setja í stóri er þetta bara svartu skjár og bara jólajomman í ár Nei, ég er að fara að segja það þetta lítur út fyrir að vera eitthvað svona vinahittingur finnst þetta yfirleitt vera vinir eitt tilvikið var þetta svona meiri fjölskylda en eitthvað svona stór hópur að fara niður í bæ í eitthvað svona jólastús eða eitthvað svona aldrei séð þetta einhver hefð frá Norðurlöndum eða eitthvað ég bara, mér finnst það svo skrítið Þetta er eitthvað af þinni kynslóð svo ég hef ekki séð þetta Byrjar 3,5 ára myndlakar Ok, hvaða orða ég nota? Ég veit alveg að við erum á sömu kynslóð þinn aldursflokkur Já, gamla fólki þetta er getum við talað í dag millennials Nei, en þú veist millennials en líka til að kommenta á þetta flæði sem ég var handtekinn fyrir að stoppa í síðustu viku núna var ég að reyna með flæði og þú sagðir, já ég er að fara að segja þér ég var svona, já ok, sorry mér fannst þú bara búin að tala smá lengi I'm damned if I do and I'm damned if I don't sko þá já, ertu með svar við þessu? Ertu með svar við þessu? Getur þú ekki gert neitt ránt bara? Elva Falsdóttir ætlar aftur að byrja svona I'm rage baiting you, sko Ég veit að það er enginn í lífinu sem að tryggra mig jafn mikið og þú ég var stressuð að fara í sambönd bara sem barna því ég var bara ef einhver eins og stressuð að fara í sambönd? Nei, ég held að ég væri við aðra aðila eins og ég við þig skilur bara að lifa með einhverjum skilur en svo bara eitthvað, nei ok, ég er bara eiginlega aldrei rífist ekki eins og þig Nei, það er bara mjög eðlilegt sko en það rífst ég rífst öðruvísi við vinkonum mínar sem eiga systur versus vinkonum mínar sem eiga ekki systur sko þetta er bara eitthvað byggt inn í mann þegar maður á systur þá er maður bara þetta er it's different sko Ég held ég bara aldrei rífist við neitt nema þig eiginlega ef ég ákvað Hvernig er þetta að rífast við vinkonina? Ok, ég er ekkert að segja rífast þannig sé ég hef ekkert verið eitthvað svona þannig eitthvað að rífast meira bara eitthvað svona ég sé takta í sumum vinkonum mínum skilur sem eiga systur og kannski svona eitthvað ég ætla ekki að fara að taka dæmi það bara líkturlega gerðist eitt síðustu helgi við getum ekki svettið í þáttinn Þannig þú ert í alveg að rífast við vinkonum Nei, þetta er ekki rífast þetta er meira bara eitthvað svona lítil komment hér og þar sem ég kannski segi sem að vinkonum mín sem á systir myndi trufla hana að ég segi það en vinkonum mín sem á bara bróðir myndi ekki fatta heldur myndi ekki einu sinni hugsa að taki sér svona, skilur svona moment, skilur sem ég er svona, ok, það er augljóst að þú átt systir af því að ef þú ættir ekki systir þá myndir ekki bregða svona við og líka bara augljóst að þú hittir okkur trigger já, þannig að ég er svona þú veist, og ég er að tala um svona moment, ekki rífast en já, ég hef búin að vera svo fucking slöpp ég mun bara hóra líka við en já, eftir fyrsta gestaþáttinn okkar þá voru þau eitthvað að rósa og segja bara að þetta væri skemmtilegt að því að við erum líklega svona eina systra podcasti allan veit ég ekki annað á Íslandi sem eru systur fyrir utan morgkastið þannig að við erum bara svona eina sem er ekki með eitthvað svona alveg eitt topic alltaf og
og voru að segja eitthvað svona að þetta væri, skemmtileg dýnamík og eitthvað, og síðan fórum við að ræða svona systur yfir höfuð sem við höfum ekkert mikið verið að gera það, en bara svona eins og Vala og ekki systur, og hún voru að segja bara eitthvað svona, hún er aldrei verið jafn svona sjokkerið af einhverjum sömbundum eins og hjá svona systurum í kringum hana, skilur hvernig systur geta að tala við hverju aðra og ræðilegt, en samt á sama tíma af því að við leifum okkur að tala svona ógeðslega við eitthvað aðra stundum og bara svona í gegnum tíðina bara eitthvað svona algjörlega afhjúpað, það bara eitthvað enginn sem að veit mín svona einhvern veginn dýpstu leyndamáli eða bara svona hvernig ég er eins og þeir systur mínar skilur og öfugt, og alveg eins og Gunnar hefur oft verið bara hvað þeir eru hræðilega skilur og svona fannst svona hvernig við tölum saman oft, og svo bara eitthvað svona þarf ég að segja honum eitthvað svona hvernig við hefum brugðist við þegar að eitthvað hræðilegt hefur gengið á eða eitthvað svona þurfum á hver annar að halda, þá er við oft bara fyrstar sem við heyrum í hver annar skilur eins og alltaf þegar verið ófrísk ég held að ég hef sagt þér fyrst af öllum meila allavega í seinni 2 skiptin held ég. Já, þetta er merkilegt sko, og ég hef stundum líka að hugsa bara svona hvernig systir væri ég við bróður minn ef ég ætti bróður, væri ég eins við bróður minn og ég er við systur mínar, eða já Við líka ætlum að vera með einhverja hraðaspurningar inn í þættinum sem ég setti hérna á Instagramið og er það að skoða svörin? Nei, jú, ég var búin að skoða þau en ekki nýlega. Já, það voru alveg allar spurningar, það var bara margir aðlar sem settu bara hverju uppáhald systir ykkur. Já, ert þú ekki með svar eða? Jú, ég held að við erum allar með sama svarið. Ég veit að við erum allar með sama svarið. She must be doing something right. Nei, er það ekki bara því hún er yngst? Og mesta dúllan. Og hún er bara engill einhvern veginn. 4. pannakakan. Já, besta pannakakan. Skilur, síðasta pannakakan er alltaf best. Fyrsta er alltaf best. Ég er að djóka. Þetta á við allt nema börn. Já. Og því að vita allir að barn nummer 2 er spinnigal, sko. Já. Ef að fólk er það skrítið að finnast ég vera að gera eitthvað rétt í lífinu, að það er eitthvað að spyrja mig eitthvað svona ráð varandi, fóraldarhlutverki eitthvað, þá segi ég alltaf bara ekki eignast barn nummer 2, reyna að fara beint í nummer 3. Það er gott ráð. Nei, þetta er bara grín. Þá því að miðjan mín var að byrja að labba og hlaupa þegar að eldra barnið mitt var 2,5 í Terrible Twos og það gerði hann bara að einhverju skrimsli sko, þannig að ég er svona, það er svona grínið mitt, það er ekkert aðánum sko, hann er æði, hann er bara svolítið mikið. Oft. En ef þú eignast tvíbura sem barn nummer 2, fattur þau? Þú veist, þá ertu að sleppa að eignast barn nummer 2, þá ertu bara þú eignast fyrsta barn og svo eignast bara 3. barn. Já, og þá mun ég bara biðja 10 marjubanir fyrir þannig að það sko. Já. En ég er með annað á óskalista og núna ætla ég að segja þér óskalista minn frá Kosar X, en mér langar ógeðslega mikið í Advanced Snail Peptide Eye Cream. Ég er alltaf að leita mér að góða augkremi og mér langar að ógeðslega pröfa snigla augkremið. Í hvernig umbúðum er það? Veistu það? Bara svona svipað og snigla. Já. Mjúsin. Þú veist svona, já, samt svona langri túpur skilur. Svipað, í rauninni svipað og svona peptide skin boosterin, eða svona ekki þannig svona merki, en þú veist þannig svona löng. Hvað myndið þú vilja frá Kosar X? Ég myndi vilja maskan, ég veit að ég sagði maska líka með Skin 2004, en ég er bara í ykkur svona smá tímabili núna í lífinu mínu, þar sem að ég fíla að nota maska, svona, nema þessi er aðeins öðruvísi, þetta er maskin sem er með í 3 tíma á sér, og þú veist, þetta er svona pakki sem þú kaupir með 3 möskum í, þannig að þú ert að fá, þetta er alveg, þú veist, já, þetta er ekki einnota, þetta er 3 einnota. Þannig já. En frá tríhött, hvað myndið þú vilja? Sko, ég ætla að vera smá crazy og segja oljan, shaving oil. Hættu, það er sama og ég valdi maður. Já. Ok, vanilla shave oil, það sem er óskalist hjá mér. Já, same. En er einhver lykt af tríhött sem ég langar að pröfa næst? Hvað er það að pröfa margar? Ég hef örugglega pröfað allar. Nei, ok, ég veit það ekki. Já, þú veist, ég kaupa eiginlega bara alltaf það sem ég líst best á sem er bara fyrir fram að nefið á mér í krónunni, sko. Þú veist, þetta fæst náttúrulega bara í krónunni og stundum er ég bara eitthvað svona,
að ég taka eitt ring hérna í snirtuverudildinni eða þú veist, þannig hvað heitir þetta? Húðumhirðudeildinni eða eitthvað. Ég nefnilega setti svona litla tríhjátt ef þú sér það. Skrúpana, ég setti það í kennaragjafir svo ég horfa á það, ég bara ok, þetta náttúrulega eiginlega bara tester og svo hugsaði ég til þín að því að þú sagðir að þú tekur alltaf bara svona gommu í hverju sturtu eða eitthvað og ég hugsaði, þetta eiginlega ekki nóg fyrir þig í eina sturtu. Nei, ándjóks ekki, sko. Ertu að fara í gegnum svona stórt bara, í hvað, svona 5-6 sturtum eða eitthvað? Nánast. Já, ef ég noti þetta ekki í hvert skipti, að það myndi örugglega bara duga mér í svona 4 skipti ef ég myndi fara að nota þetta í all skipti, sko. Ég nota svo mikið, maður. Ég kann mig ekki. Það rosalegt. En ég var að tala jólin. Tölum þessi jól. Það byrja bara á Þorlák, eða? Fyrst við erum á Þorlák. Þú veist, hvað þetta að segja mann Þorlák? Þorlákur. Sko, þegar við vorum litlar, þá var hann bara svona. Við vorum ekki með einhverju hefðir að fara í skötu, allavega ekki fjölskyldan, kannski pabbi eitthvað skotist í skötu, en við fengum ekkert að finna fyrir því, sko, því að mamma var alltaf með eitthvað system að bara lyktina og hann mætti ekki koma inn, þú veist, það var bara sendur út í skúra eitthvað, skiptum föt og eitthvað svona. Já. En ég man ekkert eitthvað mikið eftir einhverjum svona hefðum á Þorlák þegar við vorum litlar, það var heldur ekkert eitthvað mikið í Keflavík þá. Nei, þú veist, ef ég var alveg hreinskilin, þú veist, ég man bara ekki eftir að hafa gert einhvern tímann eitthvað merkilegt á Þorlák, sko. Nei, svona í seinni tíð þá búið að vera eitthvað svona skemmtilegt, eitthvað aðeins. Já, eitthvað svona farið niður í bæ. Já, sorry. Ég man að mér langa alltaf eitthvað svona, ég var að fara kannski í Reykjavík á Þorláksmessu, eitthvað svona, ég held ég að gert það einu sinni, en það var þá, þú veist, ég man ekki, mögulega með fyrrverandi eða eitthvað, Já. Allavega. Já, þú veist, Þorláksmessa fyrir mér bara virkur dagur, sko. Þú veist, ég hef oftar en ekki verið bara eitthvað að vinna á Þorláksmessu og þú veist, farið síðan heim bara chilla, skilur, þú veist, það ekki eitthvað svona, fyrir mér það ekki eitthvað merkilegu dagur, allavega að hinga til í lífinu mínu. En svo komum við líka bara frá fjölskyldur sem ekkert mikið fyrir eitthvað svona hefðir, sko. Ekki mikið, nei. Þú veist, ég þekki alveg fjölskyldur sem hafa alltaf farið á sama veitingastæðin á Þorláksmessu, bara frá því að mamma og pabbi voru nýbyrjuð saman líka við, sko. Eitthvað svona þannig. Ætli okkar hefð hafi ekki bara verið að þrífa heimilið fyrir næsta dag, þrífa það fyrir þrifin. Já. Viltu fara beint í það, eða? Nei, ég veit, þú veist, það alveg merkilegt og ég mun alveg eiga þetta samtal við mömmu. En hún eitthvað svo, ég veit ekki hvort hún eitthvað að reyna, þú veist, að hvað ég segja, bara svona dáleiða mig eða okkur eða eitthvað, að reyna að sannfæra okkur að hún hafi aldrei verið svona aggressív varandi þrifin. Bara nei, ég var ekkert, þú veist, eins og það hún ennþá að tala um það í fyrsta þætti þegar ég að tala um að hún hafi tekið upp tannburstana, að þrífa með tannburstanum, flísanar. Já. Það náttúrulega gerðist og það fyrir enginn að gaslýsa mig að segja eitthvað annað, sko. Nei, ég nefndi þetta líka við Jönum, hún var í kasti. Já. Og þú veist, ég veit ekki hvort að hún sé bara eitthvað svona orðin eldri og já, ég veit ekki, sér eftir að hafa eitt svona mikið að lífinu sinni ég þegar að þrífa eða eitthvað, I don't know. En hún náttúrulega bara, hún bara þrif maskína, sko. Já, en það var alltaf mjög hreint heima og flott. Já, þú veist, bara geðveikt. En þú veist, þetta bara þannig að segjum að ég komi heim, ég fá mér vasklas, legg frá mér vasklasið til þess að fara, þú veist, ég hálf klóruð, legg frá mér vasklasið til þess að fara að pissa, kem aftur ætla að klára glasið, nei, það komið upp út velna. Þú veist, þetta bara svona, það má ekki, ekki það má ekki, en hún bara, þetta svona, hún svona eins og svona vél og hún gerur þetta án sem taka eftir því. Þú veist, ég bara svona, hvað glasið mitt? Það kannski komið bara í vaskinn eða uppþvottavélina eða eitthvað. Og hún kannski man ekki svona eftir að fá gert það. Af því að þú veist, þetta svo ósjálfrátt fyrir henni. Bara já, glas, geng frá því. Eða eitthvað. Já. Og ég veit að mamma og pabbi alveg bara svona shaking in their boots. Þú veist, ekki það þessu neikvætt, sko. Og þú veist, nei, við elskum foreldrar okkar mjög mikið og allt sem við munum segja hérna þau ekki eitthvað áfellisdómur þau. Nei, guð. Þetta ekki þannig, sko. En það bara, þú veist, þetta bara það sem ég man. Já, það þurfti að vera allt reynt fyrir Jesú klukkan 6 aðfangadegi. Já, alveg þannig að við vorum að þrífa á aðfangadag. Sem ég veit að margir eru hissa yfir.
en þú veist, einhvern veginn verður maður að hafa þetta bara þú veist, af því ég var að segja, ég og Telma ok, núna erum við búin að færa okkur frá Þorlák og tala aðfangadag, af því að það ekkert að tala í Þorlák, en nú erum við að tala aðfangadag og ég og Telma varum að tala hefðir og það var eitthvað svona, ekki hefðir, við varum að tala bara hvað við gerum, af því núna ég sérst að fara að eyða aðfangadag með hennar fjölskyldi út af því að mamma og pabbi fóru út áðan til ykkar, eða til Jönu og ég eitthvað svona, já, þú veist, hvað planið? Eða skilur, þú veist, erum við að fara að þrífa eða skilur, nei, ég veit, ég píplast, en hún var eitthvað svona, já, þú veist, að við höfum alltaf farið í brunch, þú veist, til systur pappa og bara svona fjölskyldan eitthvað í brunch í hádeginu og eitthvað, og svo bara, man ekki eitthvað, bara eitthvað að gera, skilur, þú veist, og ég bara, já, ok, hún eitthvað, hvað gerir þið svona yfirleitt? Ég bara vakna og þrífa, sko. Eða skilur, það sem ég man, genuinely. En líka, ég vil líka bara gefa mömmu og pappa smá afslátt að við vorum alveg miklar suppur, sko, og ég man alveg eftir oft þegar ég var lítil að, þú veist, það var alltaf verið að, þú veist, reyna að fá okkur til að gera betur. Og ég bara get alveg viðurkennt að herbergið var ekki oft reynt og ég man að mamma var einhvern veginn alveg búin á því og þú veist, þannig er ég komin skólingsaldur og hún var að tala við einhverja mömmu í, þú veist, vinahópnum mínum og og þú veist, ég held ég sé komin í já, ég alveg örugglega komin í framhaldsskóla og hún eitthvað svona að segja, akkur getur ekki verið meira eins og þessi, þú veist, þessi kemur heim og hjálpa mömmu sinni og kemur alltaf heim og ryksugar og svona, og mér langaði svo að segja, og mér langaði svo að segja, mamma, ég er ekki byrjað að drekka, hún er byrjað að drekka og ég held hún hafi verið að pröfa að reykja gras, þú veist, bara pick your poison, sko, þú veist, alveg bara svona, en ég gæti ekki sagt þetta, þannig ég var bara eitthvað svona, ok, sorry, ég er suppa, ég er búin að reyna allt mitt líf að vera betri fyrir þenni, bara ég er greinilega ekki, ég bara er hræðileg, bara, það var svolítið seint í rassinn greipið þá, sko, en, þú veist, bara sorry, mamma, að þurfa að vera jólastressar, þrífa. Ég held líka að það hafi verið, þú veist, ég er náttúrulega bara stundum, ekki stundum, bara allt mitt líf hef ég verið að glíma við þvílíka frestunarortu og ég vissi alltaf að þyrfti alltaf að vera seint, skilur fyrir klukkan 6 á aðfangadag og væntanlega var ég ekkert byrjuð að ganga frá fyrir klukkan 12 í hádeginu á aðfangadag. Það er svona korter í 4. Já, eða það. En svo náttúrulega eru 5 á heimilinu, þannig að 5 konur á heimilinu sem þurftu allar að komast í sturtu og græja sig og gera og ég var að segja til mig, ég hef oftar en ekki verið bara eitthvað ómáluð í joggingfötum, skilur, á jólunum af því ég hafði bara ekki tíma. Þú veist, ég var bara búin að vera að þrífa allan daginn og svo komst ég í sturt, fekk ég eitthvað tíminn og glugga til þess að vera í sturtu og það var bara komin matur, ég gat ekki og nefndi ekki. Nei, ég var líka að hugsa, sko, ég við hefðum kannski átt að vera eitthvað fínar fyrir maður þátt en svo var þetta er eiginlega bara on brand fyrir jólinn oft hjá okkur. Já, þú veist, ég er í náttbuxum, sko, þetta er alveg bara gleðileg jól, sko. Þú veist, þegar við vorum yngri, þá voru meiri svona hefðir innan gæsalappa, þú veist, þá var náttúrulega tíðkaðist svo ógeðslega mikið að senda jólakort og það var ándjús bara mjög skemmtilegu partur á jólunum fannst mér að skoða jólakortin sem við fengum og alla myndirnar, þú veist, alla fjölskyldur og östfrændfólk og vinufólk og allt þetta, þau voru að senda jólakort og var alltaf kannski eins og þú veist, ég man ekki, ég held að pabbi hafi alltaf kannski þau bæði en þú veist svona jólakortin frá okkur og svona farið yfir árið og já, þú veist, Lovísa byrjaði í Vestló og Elva gerði þetta og Jana og Urður voru þessu, eða skilur svona og myndir á okkur og eitthvað og mér fannst allt svo gaman, við fórum og keyrðum þetta í öll hús hjá öllum sem við þekktum, skilur Já, á aðfangadag sem var ógeðslega mjög svona wholesome. Já, mjög wholesome, en svo var einhvern veginn bara svona því eldri sem við urðum, því fleiri voru börnin, eða skilur þá var þetta orðið, þú veist, Urður og Jana líka þannig að kannski voru þær bara farnar að gera það eða eitthvað með pappa eða mömmu og við kannski orðnar úlingar eigum að vera heima að þrífa með mömmu eða eitthvað ég man ekki. Hættu þetta þríf, sko, ég upplifði þetta þrífadæmi ekki svona mikið. Nei, ég upplifði þetta alls ekki svona mikið, þetta er bara það eina sem ég man. Þetta er alls ekki það sem stendur upp hjá mér, skilurðu. Ég er ekkert að segja að þetta standi upp úr. Bara já, stendur upp úr, það var bara betur en gjafir. Þú ert að segja þetta sem eina sem þú manst, skilurðu, svo minnir ekki eftir að bara kvöldinu, skilurðu, á jólunum. Já, nei, ég er að meina, þú veist, ég er ekki að meina þetta er eina sem ég man af því að þetta var svo rosalega mikið. Ég er meira að meina að þetta er eina sem ég man af því ég man bara ekki neitt annað, út af ég bara man svo lítið. En þú manst alveg eftir, þú veist, eins og við erum að ræða að fara að skuttla jólakortunum, en eins og við reynda að ræddum alveg það var alveg svona, yes, smá frí frá þrífunum. Já, frí frá þrífunum. Nei, ok, ég er að djóka, en
Já, ég er að segja, ég man eftir því, en ég man eftir því sem svona krakki, fattur mig. Svo þegar ég var eldri, þá bókstaflega man ég ekki eftir að hafa gert annað en að vakna og þrífa, skilurðu. En þetta var alveg stemning, skilurðu. Það var bara, þú veist, tónlist í botni og pabbi eldur svona elda og við, þú veist, að taka til í herbygginu eða þrífa og þú veist, þá voru allir að gera sitt, skilurðu. Eins og ég segi, það er ekki það að eitthvað, þú veist, ég hef aldrei átt slæm jól, sko. Ég er ekki að meina þetta þannig, alls ekki. Nei, ég er sammála, þú veist, að hljóma svolítið eins og það er alltaf bara eitthvað svona Annie söngleikurinn bara heima, skilur við á jólanum. Já, nei. Alls ekki þannig. En ég held líka bara eitthvað svona út af því að, þú veist, að þrífa og taka til, það er alveg svona therapeutic, skilur við. Já, fyrir mömmu allavega. Já, hefur alltaf verið fyrir mömmu, allavega síðan ég kynntist henni. En fyrir mig hefur það alltaf verið bara ógeðslega mikið verkefni og bara yfirþyrmandi og bara ég hafði 0 áhuga á þessu. En þú veist, það gerist ekki oft, en það gerist í dag, þar sem ég fæ bara svona ég ætla að taka til og ég fæ bara, þú veist, mér líður vel með það, skilur við. Þannig ég held að ég myndi alveg njóta þess meir í dag að þrífa allt húsið heima á aðfangadegi heldur en ég gerði þegar ég var úlingur, skilur við. Já, þú veist, ég er eins og Gunnar, það er eitthvað við mig, ef að Gunnar biður mig að, þú veist, gera eitthvað, þú veist, eitthvað svona ákveð verkefni, þá bara eitthvað, nei, setja aftast á listan, það er bara svona ógeðslega mikið mótrú í mér og, þú veist, síðan ef ég byrja, þú veist, þetta er svo mikið ADHD og eitthvað svona, þú veist, ef ég kemst í eitthvað svona flow state, þá liggum við, þú veist, þar er bara að ringja í Gunnar og segja bara getur Uber að sækja krakkana því að ég mun geta tekið þessa íbúði nefið á svona 3 klukkutímum, eitthvað sem ég hef ekki geta gert í 4 mánuði, skilur. Ef ég byrja bara eitthvað að þrífa 1 glugga, þá get ég bara, ef ég leyfi mér að missa mig, þá get ég bara verið í bara eitthvað svona hyperfókus að þrífa alla íbúðina, skilur, í margar klukkutíma, en síðan bara eitthvað marga daga þar sem ég get ekki gert neitt, sko. Já. Þetta er svona hittur á mig stæmi, þú veist, stundum kannski byrja ég að þrífa og ég er bara not feeling it, þannig að ég kannski vaska bara upp og læta að duga. En svo kannski daginn eftir, þá er ég bara eitthvað, ok, ég ætla að græja allt, skilur, ég ætla bara að fara yfir öll fötin mín og þú veist, bara taka allt úr skúfunum og bara alveg. Ok, eigum við þá að ræða eitthvað svona milli jól og nýjárs, just jóladag. Jóladag er náttúrulega helgaður jólaboði hjá Emma og Afa. Var það, já. Já. Áður en fjölskyldan stækkaði. Já, en núna og líka bara, þú veist, við fórum að hallinda fæti, sko, þegar allir voru eitthvað að flytja út, sko. Já. Þú veist, á tímabilið þá voru náttúrulega systir, pappa bjó úti, við bjögum úti, Janna er náttúrulega komin út núna og það er bara fólkir út allt eitthvað. Og já, líka orðin svo stór. Já, ég held að það sé frekar ástæðan, sko. Já, allir búin að eignast með mörg börn. Já, það er svo rosalega fjölgun í þessari fjölskyldu. Það var eiginlega bara elstu barnabönnin sem að náðu svona jólabóðan með Afa. Já, en þau voru lit með þér, shit. Já, bara ógeðslega gaman að spila og bara svona típist eins og allir þekkja. En verður ekki eitthvað núna hjá? Jú, það verður. Já, ég fæ að fara að hitta alla. Þú veist hvort þeir eru uppáhalds af okkur þannig? Ég veit það. Mér finnst það svo fyndið hvernig svona fjölskyldu virka því að ég held að ég sé uppáhalds hjá þeir sem er að hósta. Heldur? Já, ok, já. Heldur það ekki? Ég veit nákvæmlega hverjir elska mig sem fjölskyldu og hverjir ekki, sko. Ég er að fíblast að elska allir. Það er svo sér bara með einhverja ops í fjölskyldu. Nei. Nei, við erum svo ógeðslega steikt, þú veist, þetta er bara, við langar ekki að nefna neina nöfn en það er svo oft fyndið, þú veist, eins og ef einhver er ekki mættur eða ekki komin. Bæði við þurfum að ræða það þegar ég var komið bílpróf og sjálf var komið með þessu jólaboð, þá var allir bara eitthvað, það er alltaf búið að kenna ykkur að þið séu svo lengi því við erum alltaf sein. Ég bara nei, þú veist, það var ekkert alltaf við. Jú, kannski við vorum við eitthvað svona collateral dæmi, skiluru, en oft var við tilbúnar að bíða eftir restinni, skiluru. Já. En allavega, svo oft svo bara svona, ég held að við séum alveg ógeðslega náin fjölskylda svona upp á það að gera, þú þekkjumst alveg mjög vel, skiluru, svona, og svona frænssystkinin og svoleiðis, allavega,
ég veit ekki, náttúrulega ekki hægt að miða sig við eitthvað svona alla fjölskyldur á Íslandi, skilur, en þú veist, það er svo marga finnar týpur, þú veist, Hvað ertu að finnst bara að fyndi mér finnst bara að fyndi oft hvernig fólk á Íslandi er svona ég veit ekki. Nú er ég að fá kvíða að fara í þetta jólaboð og vera ein að þurfa að svara fyrir þetta podcast, sko. Já. Þú verður að fljúga heim. Þú þarft að gera það. Ekki nógu það að ég er að fara að vera ein, ég er að fara að vera, þú veist, ég er ekki að tala um, ég er að fara að vera ein án þess að hafa systur mínar, ég er að fara að vera ein að þú veist, mamma og pappi er ekki að fara að koma, skilur þú veist, þannig að ég er að fara að vera ein. En þetta er líka svona eiginlega sem ég er að tala um, að því að þú veist á Íslandi, ef ég segi á Íslandi, en bara svona kannski allavega í fjölskyldunum okkar, það er enginn að fara að segja eitthvað nákvæmlega hvað þeim finnst þetta, heldur allir bara svona, þið eru bara með þetta podcast og svona eitthvað að fara að reyna að draga eitthvað upp og þér, þú veist hvað þú ert að segja, skilur. Já. Og svona alveg, tell me what you really mean, skilur. Ég er að pæla að labba inn í þetta jólaboð. Með mikrofónin. Já. Ég ætla að mæta með ljósið og síman og uppstillingun og vera bara, jæja, komið. Nei, ég er að pæla að vera bara með svona sjálfskipað hot seat. Bara, jæja, þið fáið núna 10 mínútur til þess að spyrja mig það sem þið viljið. Vertu bara með live show. Já. Live Q&A. Já. Án jokes að ég var með live show og falsfréttum í fjölskylduboðinu. Já, vertu með svona Kahoot að segja svona hvernig þú myndir grilla alltaf ef þið er alltaf að vera leiðilegir um podcasti. Já. Nei, ég er að segja ég verið með live show á falsfréttum í jólaboðinu eins og ég hef ekki bara verið með live show síðan að ég fættist í öllum þessum jólaboðum. Já. Svo er það. Nei, svo er ég líka að tala eins og ég sé bara eitthvað svona að fara í jólaboð sem ég þekki ekki neitt, þú veist. Eins og þú segir, bara, maður þekkir þetta fólk bara jafnvel og foreldrar sína, sko, þú veist, þetta er bara, ég hef átt heima hjá báðum þessum systrum, pappa og frændsystkini mín eins og systkini mín, sko, þannig að ég hef engar áhyggjur, ég hef bara áhyggjur af því að þurfa að svara fyrir þetta podcast, sko. En þá getur þú grípið í Gunnar því að hann er samsvekur með grafíkina. Já. Ég ætla bara að segja að þetta var hans hugmynd. En, já, við höfum reyndar, þegar við vorum yngri, manstu, fórum við í einhver jólaboð hjá hinum megin. En var það bara stundum vorum við með þeim á jólunum? Þú mannstur ekki neitt. Nei, voru við ekkert á drangaöllum á jólunum? Já, elska mín. Ég man ekkert eftir því, hvað var ég? Nei, en það varst þú í bílstól þar sem fór svolítið illa fyrir, en ég ætla ekki að fara að rifja það upp. Nei, en þú mátt kannski segja mér hvort að rifja upp hérna eftir þáttina því að ég man ekkert eftir því. Þetta er bara, Lóisa, ef þessi fjölskylda gerir eitthvað, þá er það að tala ekki um hlutina, sko, þannig að En já, það er mjög mikið lore þarna, þannig að við erum örugglega ekkert að fara út í það neitt. Þeir vita sem vita. En næsta er þá kannski, manstu eitthvað sérstakt þetta svona milli jól og nýjárs? Nei, ég man bara eftir að ég var stundum á æfingum á þessum tíma. Já, svo er það. Og líka, ef maður var að byrja að vinna, svo mikið ves að tvinna því, þú veist, að vera að vinna og æfa með meistaraflokki og eitthvað svona. Já, það voru líka alveg landsliðsúrtök á þessum tíma, allan í minni, sko. Já, alltaf landsliðsæfingar. Og sko bara landsliðinu. En svo var ég að rifja upp hérna að því við vorum ekki bara í landsliðinu, við vorum líka alltaf Íslandsmeistarar. Og í Reykjanesbæ það var alltaf hann eitthvað svona hátíð, er það á Gamlás, er það ekki þannig? Jú, ég held að sé Er það ekki bara á gamla dag eða 30. dag? Er það ekki? Jú. Og það var semst að vera að heiðra Íslandsmeistara í íþróttum og eitthvað svona íþróttamar ársins eða eitthvað svona, hátíð. Já. Og djöfull var þetta langdreið. Ég man heldur ekkert eftir þessu, sko. Ég man bara eftir að þurfa að sitja og líka þetta var í, Ljónagreifinu í Njarðvík og bara að sitja á steypunni í marga klukkutíma á gamlastag og, ég var alveg gaman að fara að hitta stelpunnar, skilurðu, og eitthvað svona, en það var alveg erfitt fyrir mig allavega sem að segna grins með ADHD að sitja hana í rúma klukkutíma að hlusta okkur að ræður og bræðstjóra og okkur svona og já, en bara gaman, skilurðu. Kalt á topnum. Mjög kalt og mikið á sig lagt að vera Íslandsmeistari þurfa að mæta hana. Já, ég var eiginlega bara Íslandsmeistari til þess að mæta á þessu athöfn, sko, og vera heiðruð. Já, ég man allavega hana
að svo þegar maður varð ekki Íslandsmeistari einhvern tímann og bara heyrðu þær ég ekki að fara þangað í ár, það var alveg fallegra hátt sko. Ég náttúrulega man ekki eftir þessu sko í sekundu. Akkur manstu bara ekki neitt? Ég man bara ekki neitt. Ég þarf aðeins að fara að heyra í æsku vinkonum mínum til þess að rifja upp mína æsku bara og punkta niður bara, já ok, ég gerði þetta. Já ok, þetta sagði ég. Eitthvað svona dæmi. Já, en sko, við ætlum eiginlega smá að geyma áramótin þangað til næsta þætti, er ekki? Jú, gerum það. Eigum við þá að ræða dagatölin? Ó guð. Ert þú eins og ég? Þú veist, myndirðu fara í biðröð fyrir eitthvað svona hæp? Nei. Nei, ekki heldur. Aldrei. Og hvað þá fyrir einhvern orkudrykk sem getur bara að fara og keyptir 20 eintök af út í búð, skilur þú veist, var eitthvað merkilegt í þessu? Nei. Þú veist, það var ekki einu svona orkudrykkur allan dagana, sko. Þú veist, þú gast fengið, þú veist, annarkvort orkudrykk eða þú veist, nokkuð sem var ekki með koffíni eða þú gast fengið sokka og það voru einhverjir að fá pappaglas, þú veist. Já, bara ég biðla til fólks að láta ekki gabba sig svona. Ég held í alveg að þetta væri frítt. Ég held að biðurinn væri að þetta væri frítt. Já, einmitt. Ég held ég myndi ekki einu sinni standa í röð fyrir þetta að það væri biðröð, sko. Nei, Nei, þetta væri frítt. Já. Nei, ég myndi ekki bíða heldur að þetta væri frítt, sko. Ég er líka alveg oft svona, eins og í New York, þú veist, það var oft eitthvað svona, já, nýbúð að opna, þú veist, fyrstu 500 fá eitthvað, þú veist, $100 gjafabréf eitthvað. Og ég unemployed, þú veist, úti eitthvað svona, ég held að ég, þú veist, hefði allan tíman í heiminum, mæta á staðinn, nei það bara komnir 700 manns í röð, bara around the block, skilur, og ég bara heyrðu, gleymiði hugmyndinni, hvenær komið hingað og hvernig og reyndar náttúrulega örgulega oft bara margir sem að, þú veist, liggur við eru að þurfa á þessu að halda, þú veist, bara eitthvað svona, eru greinilega ekki í vinnu, eða bara allavega, þú veist, ég bara myndi aldrei taka þátt í svona. Nei, þú veist, ég elska nokkuð, bara því miður. Og mér finnst bara mjög gott að fá mér nokkuð einu svona dag eða eitthvað. En nokkuð er ekki the issue hérna, sko. Það er þessi fucking, sko, late life kapitalismi, sko. Þú veist, Late stage. Já. Late life. Late life. Late stage kapitalismi, þú veist, eitthvað svona, þú ert 48 ára, skilur, og hér stendur þú meðal 13 ára gún drengja í röð fyrir nokkuð dagatali. Þú veist, bara Ég skil raðir í svona hypebeast samhengi, skilur, eða þú ert að ná einhver svona sjaldgæða skó eða eitthvað, þú veist, ég myndi ekki gera það sjálf, en ég skil ef að fólk er að kampa fyrir eitthvað svona, þú veist, þú getur fengið eitt eintak af einhverjum mjög fáum sem er síðan að fara að, þú veist, verða meira virði, eða þú veist, eftir einhver ár, eða þú geymir það í kassanum. Já. En þú veist þú veist, númer 1, í alvörunni ég held þetta væri frítt og ég held þetta væri bara svona poppa, bara svona auglýsingaskiluru. Þegar ég vissi að fólk var að borga fyrir þetta, þá var ég bara, þú veist, er að borga fyrir svona, allavega. En svo er náttúrulega önnur, dagatöl í bóði, þú veist, það er alls konar svona eitthvað snyrtivöru og hefur þú fengið þér eitthvað svoleiðis? Nei, ég hef ekki. En þú veist, það er sem að mér finnst sko réttlætanlegt með svona snyrtivöru dagatölin er að þú ert kannski að kaupa snyrtivöru dagatal á, segjum kannski bara léldæmi, en segjum 5.000. En vörurnar sem þú færð. Fá eitthvað fyrir peningin. Já, þú veist, en vörurnar sem þú færð inn í, þú veist, ég veit að ekkert snyrtivöru dagatal sem kostar 5.000 skall. En ég bara taka dæmi að vörurnar sem eru inn í dagatalinu eru samtals meira virði en 5.000 skall, skilur, þannig að þú ert þannig sé að græða á þessu, þú veist, grómið, þú veist, að græða pening. Og líka að fá svona skemmtun út úr þessu, skilur. En ég held, þú veist, eins og með nokkuð dagatalið, þú veist, þetta voru 24 dagar, það voru ekki nokkuð í öllum, skilur. Er ekki, þú veist, og það kostaði, ég man ekki hvað dagatalið kostaði, þú veist, það hefði örugglega verið mögulega ódýrara eða þá kannski aðeins dýrara að kaupa bara 24 nokkuð. Og líka þú veist ekki fara að elska alla nokkuðum sem er hann í. Já, þú veist, kauptu þig bara þá sem elskar í 20 daga og þú veist góður, skilur. Já, búðu til þetta einn dagatal. Búðu til einn dagatal. En líka með snyrtivöru dæmið, þú veist, ég segjum að ég var bara eitthvað að klára allt sem ég á í, þú veist, eða langar að finna mig nýtt krem eða finna mig nýtt eitthvað svona,
þá skil ég alveg ef maður kaupa sér eitthvað þannig, þú veist alveg, ok, já, þú veist, mér langar að pröfa kannski 2-3 hluti sem í þessu, þá meikar alveg sens að þú veist, fá eitthvað svona testera eða þú veist svona minni stærðir af einhverju og mögulega eitthvað full size. En annars er ég bara svona, ok, þú ert 20 ára pluss að kaupa þér dagatal, þú veist, bara svona ekki láta markasöflin ná ykkur krakkar og líka ef það foreldrar er að standa í þessu fyrir krakkan sína eða þú veist allavega verið viðaldar upp þannig bara eitthvað gleymi þessu, þú ert ekki að fara að eyða tímanum þínum í þetta, þú veist, þannig, já, bara svona. Eða Huda Beauty eða eitthvað væri með svona og það væri rauð á Íslandi, ég væri svona fokk hvað mig langar í þetta, en ég er ekki að fara að býða í sér rauð, en ég held að það sé samt bara í alvörunni comes down to að ég er ógeðslega löt. Ég myndi ekki hann að standa svo lengi. Ég þakka mömmu pappa fyrir þetta, sko, þú veist, bara eitthvað, þú veist, ég get ekki náttúrulega eitthvað svona sett fingurinn á hvað það er, en ég veit bara svona að mamma bara svona, nei, við hugsum sjálfstætt og þetta þarf maður ekki, skilur við, þú veist, bara aðeins að hugsa rökrétt, skilur við, þetta er ekki, hérna, þú veist, við látum ekki nappa okkur þarna, þú veist, eitthvað svona. Bara eitthvað svona, þú vilt ekki vera að gera það sem allir er að gera. Já, eða þú veist, þú bara aðeins að, já, þú veist, jú. Já, eða allavega að hugsa það, skilur við. Já, þú veist, langar við þetta eða langar við þetta út af því að aðrir er að gera þetta. Svona þannig, hugsunáttur. Sammála. En já, þú veist, svo er ég líka bara með alveg rosalega góða spurningu. Hvað í andskotanum varð gamla góða súkkulaðidagatalið? Þú veist, ég er ekki búin að sjá það einu svona út í búð, sko. Ekki? Nei. Þú veist, ég er svo sem ekkert eitthvað búin að vera að leita því. Ég er ekkert mikil súkkulaði manneskja, en ég er bara eitthvað svona, meira svo öll börn í dag er ekki að fá súkkulaðidagatal. Þú veist, ég er að fá kannski eitthvað legodagatal eða eitthvað svona dótadagatal. Það er alltaf bara vók, skilur, mátt ekki vakna að borða súkkulaði, skilur, það er ekki gott. I wish. En varst þú einhvern tímann að borða fleiri en þú máttir? Gískaðu. Já. Já, ekki ég. Ég held ég hafi aldrei gert það. Ég held ég hafi einu sinni borðað allt og lokað gluggunum öllum aftur og bara feika það að ég væri að fá mér nýja alla mótna eða eitthvað. Ég man eftir að hafa verið heima hjá einni vinkonu minni þegar ég var sko í Myllubakka skóla. Fólk veit ekki hvað Myllubakka þýðir. Alveg Myllubakka. Og það er skátaflokkur. Já, það var stelpa sem átti sérst yngri systur sem var líka jafngamur þér, ég held að þú hefði verið með henn á leikskóla og ég var heima að leika eftir skóla og hún var búin að borða allt sitt dagatal og allt dagatal á systur sinni og ég var í andlegu og ég hef örugglega komið heim sko og lagt því línunar bara þú snertir aldrei við það því ég man bara svona, ég var svo sjokkeruð að einhver skildi gera svona, skilur þetta ég myndi aldrei borða neitt meira en bara einn í einu. Já, þú er svo reglusum, sko. Já, bara engillinn, sko. Já. Engillinn efst á trénu. En samt lélegasta pönnukakkan. Já. Nei. En hérna, næsta, já, tala að vera úti jólin. Já, að vera úti í garði. Hvað hefur við úti í tjaldi? Jólin þar sem við vorum reknar út. Nei, ok, ég er að djóka. Já, þú veist, þetta var djók. En já, við erum búin að vera ótrúlega oft erlendis yfir jólaáramót. Eða bara jól eða eitthvað. Já. Sko fyrst var það hana í Miami. Við höfum alveg farið út fyrir það, eða ekki? Ekki jólin. Ó, byrju, hvenær fórum við til Philly? Það var eftir á, það var þegar ég var úti. Ó, ok. Þú veist, úti jólin í Miami var bara rétt eftir að Urður kom til okkar, var það ekki? Veistu, þú ert ekki að spyrja réttu mannesku. Ég held að ég hafi verið, þú veist, í 9. bekk eða eitthvað slags. Já, getur verið. Mjögulega yngri þegar við fengum hérna Beats herntól. Já. Manstu ekkert svona? Jú, ég man eftir að fengi Beats. Já, ég man eftir að úst, það er svona eitthvað með að við sestra sambandi okkar að það er svona eitthvað stendur upp úr að mamma, úst, við fengum hvað hvít og blá eða eitthvað svona og ég fekk hvítu og þú fekkst bláu en mér langaði frekar í bláu og við náðum í alvörunni að sættast það að skipta og ég man bara svona svipurinn svona, kom eitthvað svona blik í augunum og mér bara, vá, þetta gekk vel. Bara, there's a chance. Já, það gæti verið. Að það er vilji. Eitthvað smá. Að það er vilji tala við hver aðra eftir 18 ára aldur. Já, gæti verið vonað. En já, sem sagt,
mamma var að vinna sem flugfreyja og var ráðin eða var sendið í eitthvað svona verkefni að fljúga milli Caracas og Miami og ég held að við höfum ákveðið að fara út mamma og pabbi hafa ákveðið að við færum öll út af því að mamma átti að vera beisuð í Miami á jólunum og síðan var eitthvað breytt í því að mamma var ekki svona með okkur á aðfokata og jóladag eða eitthvað þannig að við vorum bara að vera á hótelinu með öllum jólin eða í kringum jólin en síðan af því að mamma var bara í Caracas ein með krúinu yfir aðfangadag og svona að þá keyrðum við niður eftir í hvað heitir það aftur? Key West. Já, Key West og borðum að Benihana á aðfangadagskvöld. Ok, við þurfum ekki að tala meir það. Það er ótrúlegt að við séum hvað þættinum er 6 eða 7 og við séum ekki múin að tala garnina þínar. Nei, ok. Herðu, gakt þú hægt gleðina til, sko. Já, það er nokkra sögur hérna en við erum að bíða með þær þangað til. Nei, viltu ekki segja þessu sögu? Þetta er geggjur saga. Bara þegar að meltingakerfið gjörsamlega failed me. Og við þurftum að stoppa á milli Miami og Key West í einhverjum bara örugglega ógeðslegasta kamri sem ég nokkuð tímann komið á. Já, þú veist, ef fólk vill sjá hvernig landslægið er á milli Key West og Miami þá sjáu þið bara að þetta er varla land, sko. Það er held ég bara vegur. Þetta er bara brýr. Já, þú veist, það er ekkert þarna. Þetta er bara... Og við þurftum bókstaflega að stoppa á einhver svona truckstopp, þú veist, ógeð, sko. Og það var ekkert þarna, nema bara kamar, eða ekki? Jú, það var eitthvað svona bensínstöð sem var svona ógeðslega lítil. Þú veist, það var ekki eitthvað svona bensínstöð eins og ég er í Bandaríkjunum, skilur við svona huge stundum. Þú veist, það var, ég held að hafi ekki verið hægt að taka bensín annars, sko. Þetta var bara kofi með kamar fyrir utan. Og það var bara dugið að drepast, sko. Já. Þetta er það sem ég mann. Svona hluti mann ég, sko. Já, ég og nokkrir myndbönd úr þessari ferð. Ég veit ekki hvort að ég hafi átt, þú veist, iPhone eða svona eitthvað iPod sem ég gæti tekið upp á. Já. Gat maður tekið upp á iPod Nano eða eitthvað? Ég veit það. Því myndgæðin er ekkert spes á sig en ég er að muna. Getur verið ef átt iPhone, þú veist, 2009? Nei. Jú, er það ekki? Áttu við ekki iPhone? Ég ætla hún að pabbi græði kall, sko. Við vorum alveg early. Ég, sko, allan með myndirnar sem eru til úr þessari ferð, þá eru þær alveg giving early, eða svona early stage iPhone 4. Já. En svo hefur verið úti í heimsókn hjá mér. Já, í Philly. Var það ekki bara næst þegar við vorum úti? Það hefur verið 2012. Já, akkur líður mér eins og við höfum verið oftar í útlendum yfir jól. Í Philly, eða í Pennsylvania þá náttúrulega vorum við náttúrulega með meiri svona jóla því við vorum í heima og sé á fjölskyldan okkar, skilur, þannig að þetta var svona ég upplifði þetta smá svona meira sem kannski svona Thanksgiving þannig lagað en þau halda náttúrulega upp á aðfangadagskvöld en þá svona sáttur að vera miklu kannar. Já. En já, svona sama tilfinning samt alltaf þegar maður er úti jólin og líka bara vera búin að búa úti síðustu 4 ára og vera búin að koma einu sinni að 2 heim jólin og í annars skipti var bara hræðilega reynsla því að það var COVID og þú veist, lendum öll í. Ja, ég lendi í því að vera búin að vera ein með börnin allt árið og síðan kemum við heim og vinur Gunnars ákveður að vera með COVID í kringum hann og endar á að setja hann í sóttkví og skemma jólin, en allavega já, svona sama upplifun alltaf, þú veist, þegar maður er út jólina svona eins og jólin kom ekki almennilega. Já. Þú veist, eins og líka núna, ég er mjög sammála því og líka eins og við vorum alltaf líka úti yfir jólin í fyrra. Þú veist, þá vorum við alls saman í LA. Þetta er svona, þú veist, Philly var svona kannski svona mest svona, ekkert mest eins og Íslandi, en kannski líkari Íslandi heldur en Miami og LA. Þú veist, Miami og LA bæði svona það sem er ekki snjór og maður gæti verið úti á stuttumabólnum og svona þannig, en í Philly var alveg kalt mann ég. Þannig að þú veist, bara það að hafi verið kuldi lét manni líða aðeins meira eins og að væri jól. Já. Og þú veist, ég er ekki í neinu jólaskapi hérna, skilur við. Nei. En þú veist, það er ekki snjór á Íslandi núna, sko, og þú veist, ég er ekki miklu jólaskapi. En það er punktur, það er pæling sem ég var með og ég tala það núna með jólaskapið. Sko, þegar ég var að undirbúa mig fyrir hennar þátt, voru eitthvað svona umræðefni og eitthvað, þá var ég eitthvað svona að hugsa bara
af því að við ætlum að tala jólin og jóla, þú veist, basically alla þessa jóladaga, basically Þorláksmessu, aðfangadag, jóladag, bla bla. Ég tengdi þetta alltaf við þarna útlönd, af því við fórum til útlanda þarna þegar við fórum til Miami, þá var ég, þú veist, kannski þú varst byrjuð í Vestló held ég, sko. Nei, ég held að þetta rugglast til Las Vegas, sko. Ok, en ég var samt alveg orðin úlingur. Ég var í Vestló þá. Ég var orðin úlingur þegar við fórum til Miami, sko. Just, ég var í 7. eða 8. bekk eða eitthvað. Sko, ég hef mestlega verið í 10. bekk, sko. Já, en við getum flettið upp af því að ég man alveg hvað fötum ég var í, sko, þú veist, út frá myndum, ég var ekki í þessum fötum þegar ég var í 7. eða 7. bekk, sko. Ég skal finna út úr hvað ár þetta var. Ok, þú verður eiginlega að gera það áður en ég held áfram að tala þennan punkt. Ég hef komið 2 sinni Miami, árið þetta ekki djóka, það var réttur þér? Já, ég held það. Er þetta 2011? Það passar alveg. Já, ok. En þá er ég hvað? 13 ára, að vera 14 ára. Það voru ekki að vera í 7. bekk. Já, en þú veist, já, ég er svona, 13, 14 ára, svona táningur og ég tengdi þetta alltaf við það, þú veist, að þegar við byrjum að fara til útlanda yfir jólin og áramótin og svona við mistum af jólunum, þú veist, íslensku jólunum af því við vorum í svona sólalandi, að þá, þú veist, alltaf eftir það átti ég ógeðslega erfitt með að komast í jólaskap, þú veist. Mér leið svona eins og að fara til útlanda hafi tekið jólabarnið úr mér, skilurðu, ógeðslega dramatískt. Nei, ég er bara svona að reyna að orða þetta einhvern veginn, þannig að þetta make sense. En á sama tíma þá gæti þetta líka tengst í já, á sama tíma gæti þetta tengst í að ég er að fullorðnast á sama tíma, skilurðu. En ég var að tala um þetta við Telmu og ég var svona í svo mörg ár hef ég alltaf verið eitthvað svona mér líður ekkert eins og jólin séu og þú veist, eins og síðustu jól það voru náttúrulega í LA og það var bara sól úti og þú veist, við vorum bara hvað í Target og eitthvað og það var aðfangadagur og ég var svona mér líður ekkert eins og þessi aðfangadagur og ég var svona tengist að því að ég sé í LA eða tengist að því að ég er bara fullorðin en þetta átti líka við þegar ég var í Miami ég var bara svona, oh my god, þú veist, við vorum bara á einhverjum spýttbát út á sjó og pabbi var að segja mér þetta sko í gær hann er verið alveg uppstundum, þú veist eitthvað svona moment þar sem við erum á svona spýttbát í Key West og ég bara, oh my god, pabbi, klukkan er 6 þú veist, gleðileg jól, þú veist, 6 kvöldið og þú veist, ég var bara svona, hvað mér finnst ekkert eins og þessu jól og síðan þá hefur mér basically aldrei liðið eins og þessu jól þegar eru jól þú veist, er það algengt? Þú veist, örgulega bara aldurinn, sko Já, ég er að segja, þú veist, þetta hlýtur að vera bara aldurinn en síðan vorum við heima jólin, þú veist, jólin 2022 þá vorum við heima og það var alveg svona allt á kafi snjó og allt ógeðslega jólalegt og amma og afi komu að borða hjá okkur og eitthvað og ég var bara svona þú veist, ég held að þið hafi ekki verið með okkur þá ég held að þið hafi verið með tengdafjölskyldu þinni eða í sóttkví eða eitthvað nei, 2002, þið voru ekki sóttkví en ég man að ég var bara eitthvað svona það er, við líður ekkert eins og að sé aðfangandagur en samt er allt, þú veist, jólatré uppi pakkarnir eru undir jólatrénu, þú veist pabbi er elda kalkún, þú veist allt jóladæmi í gangi og ég er bara svona what the fuck, akkur líður mér ekkert eins og þessi jól, akkur líður mér bara eins og þessi venjulegu þriðjudagur og ég er bara að fara í vinnuna á morgun eða eitthvað og ég er bara svona að pæla hvort að aðrir sé að díla við þetta og hvort þetta tengist aldrinum eða þýðir þetta bara að ég sé ekkert jólabarn fattar mig, af því að mér líður alveg eins og séu einhverju fullorðnir einstaklingar þarna úti sem er bara ég elska jólin, mér líður alltaf eins og séu jól þegar það eru jól Já, þú veist, ég tengi alveg smá en ég veit ekki, svona smá öðru síðan maður á börn eitthvað svona þeir eru allan að komast núna eða þeir eru að komast á svona aldur sem maður getur fara svona smá upplöta með þeim Já, það er það sem ég voru að hugsa Sama tíma erum við ekki búin að vera með eitthvað svona svaklar hefðir þannig laga nema bara í New York skilur að gera svona hluti sem eru mjög jólalegir svona, en ekkert eitthvað svona á sérstökum dögum þannig að Nei, já, einmitt, ég er bara eitthvað svona að hugsa líka því að þú veist, ég man svo mikið eftir þegar maður vaknaði þú veist, ok, ég man alls ekkert eftir því en þú veist svona, ég man ekki eftir með einhverjum momentum en þú veist, ég horfi tilbaka því ég var yngri, þú veist, þá voru jólin svo spennandi að maður svona gat alltaf að sofna bara daginn fyrir aðfangadaga því maður var svo spenntur að það var að koma aðfangadagur og svo vaknaði maður aðfangadag og maður gat bara ekki beðið þannig til maður byrja að opna pakkana og þetta var bara allt svo gaman og þú veist það er alveg eðlilegt að svona aðeins eldast upp úr því ég veit það, en ég er að segja, þú veist ég er alveg að fara að fá pakka aðfangadag skilur, en ég er ekki að fara að vakna eitthvað ógeðslega spennt að opna pakkana kvöldi, fattaru
þetta er ennþá sama scenario. Ég veit ekki, ég veit ekki hvort ég er eitthvað svona voða dýpinitt, skilur, ég er bara svona, er þetta að það er eitthvað ábyrgð sem fylgir því, þú veist, það er ábyrgð sem fylgir jólunum og maður áttar sig meira á því þegar maður verður eldri, I don't know, eitthvað svona, en líka bara eitthvað svona tengist ekkert endilega aðfangadag per se, heldur líka kannski bara eitthvað svona, ég man svo sem ekkert eftir að hafa verið eitthvað spennt fyrir jólunum sem krakki, þú veist, maður var alltaf bara spenntur fyrir aðfangadagi. Og þú veist, jólin komu bara þegar maður var yngri eða skilur og í grunnskóla og eitthvað svona en í dag þá er ég alltaf bara eitthvað svona að bíða eftir að jólin komi en mér finnst þau bara aldrei koma fattaru? Já, þú veist, maður fyndi þú veist, ég er ekki að tala þetta á eitthvað skonar djúpu The people are dying já, þú veist, nei, ég er ekki að meina það ég er bara að meina, þetta á ekki að vera eitthvað svona deep, að vera eitthvað svona, býtu, er eitthvað að mér, eða er ég kannski bara þunglind eða eitthvað þannig, ég er ekki að meina það þannig, ég er bara svona að meina, er ég bara ekki jólabarn, eða er ég bara ekki að gera neitt rétt í lífinu til þess að vera spennt fyrir jólunum, þarf ég bara að fara að baka smákökur, eða, ég veit ekki, skreita íbúðina mína með jólaserjum eða eitthvað til þess að verða spennt fyrir jólunum. Já. Ég er ekki mikið jólabat sjálf sko og var eiginlega aldrei eitthvað mikið jólabat sko en samt bara svona ég held að sé alveg mjög eðlilegt að svona þessi töfrar svona aðeins svona fara dvínandi með árunum sko. Já. Og já en ef við enda á að tala þú skrifaðir hvort það megi gefa second hand jólin. Já, ég var að hugsa þetta og svo sá ég akkurat TikTok áðan hjá hana Helenu Reynis. Hún var að gera eitthvað svona samstarf með góða hirðinum og allt bara, hún var að gera eitthvað svona haul eða træjón og eitthvað allt ógeðslega flott föt og ég fór að hugsa ég reyndi að hugsa þetta daginn þegar ég var að gera búntana að því að ég versla mjög mikið second hand eða vintage og ég hef oft farið bara eitthvað í verslanahöllina og fyndi bara eitthvað ótrúlega flott og finnst það bara geðvegt þótt að þú veist það sé engin verð með á því eða neitt fatturu og ég væri ekki móðguð ef að ég myndi fá bara eitthvað ótrúlega flotta flík úr second hand, skilur ég er ekki að segja má gefa second hand eða vintage og þetta er kannski bara eitthvað svartur hlýrabólur þú veist, úr H&M eða eitthvað ég er meira svona en maður spyrja, er þessar búðir með að þú veist, mætti skila því? Nei, það er svona vandamálið eða skipta eða eitthvað Já, en þú veist, eins og ef ég væri, þú veist, að gefa kannski einhverju vinkonu minni og ég myndi sjá eitthvað flík í svona second hand búð, ég var bara að vá hvað þetta er mikið hún, þá, þú veist, myndi ég alveg smá trúa ég og myndi ekki skipta því. Ég fattar mig, það myndi ekki vilja skipta því, hún myndi bara vilja nóðu það. Já. Ég myndi samt aldrei þóra að taka sjansin á því, skilur Já. Að gefa gjöf sem einhver fíla alls ekki og getur ekki skipti sem mikill skiptari sjálf, sko. Já, ok. Ég var ekki búin að pæla í þessum punkt með að skipta, en þú veist, ég er bara að segja að það er kannski bara ógeðslega persónlegt, að því sumum finnst svona second hand búðir bara eitthvað svona, eða vintage búðir bara meika þær ekki út af, þú veist, það er alltaf svona sama lyktin af öllum fötunum og svona þannig. En eins og ég hugsaði sko út af því að Vala er komin til okkar, ég hugsaði alveg svona, ætti ég að biðja hana að því að ég er búin að hugsa svo mikið, ég ætlaði að reyna að komast síðast þegar ég var í Íslandi og ætlaði að reyna að komast í, þú veist, eitthvað svona góðhyrðin, eitthvað svona búði, af því mér langar svo í eitthvað veggina sem er svona íslenskt, eitthvað svona diska eða eitthvað svona típist eitthvað svona ömmu dót og hún er með svo mikið á svona trinkets heimi á sér, en svo var eitthvað, ég nenni ekki að leggja á hana núna eitthvað í jólatörninni skilur að reyna að fara að finna eitthvað, en ég held að sé alveg, megi alveg gefa eitthvað svona second hand eða eitthvað svona þriftdæmi ef þú ert með ógeðslega svona skýra þú veist, ef einhver myndi biðja þig eitthvað af óskalistanum langar í þessa típu af jakka eða eitthvað svona skiluru og þá verður það kannski worth the risk en ekki ef það er bara eitthvað út í bláin ég held að fíla þetta Já góð punktur, ég er bara allan að ef einhver allar eitt mann að gefa mér einhverja gjafir hérna úti ég myndi ekki vera móðguð ef ég myndi fá eldgamlan gallajakka sem er ótrúlega flottur og ég má ekki skila just saying. Já, en þú myndir alveg ekki fíla að fá einhvern kjól sem er bara eitthvað skilur sem er þriftaður skilur. Já, algjörlega, en ég er svona smá að segja náttúrulega punkt með þá baku eira að þú myndir aldrei bara eitthvað að fara að kaupa eitthvað fyrir eitthvað skilur. Þú veist,
færlegt þræta fyrir það að svona second hand gjafir séu bara ógeðslega persónlegar af því að þetta alveg bara svona, já, þessi flík, ég sá hana, hugsaði til þín, þetta svo mikið þú, bla bla, þú veist, það kannski miklu persónlegra heldur en að vera eitthvað, já, hérna bronzer sem mjög vinsæll og allir í heiminu nota. Hvað finnst þér ef einhver skiptir jólagjöf sem þú gerir? Gæti ekki verið meira sama. Nei. Mér finnst ógeðslega margir vera eitthvað svona ég veit ekki hvort ég vilji skipta þessu, þú veist, eitthvað svona skamma sín fyrir það að skipta gjöf, en eru margir sem eru á hinum endanum sem gáfu gjöfina, sem eru eitthvað, já, þú átt að skammast þín ef þú skiptir þessu. Fattar mig? Þetta ekki bara eitthvað svona alveg óþarfa kvíði? Ég hef upplifað þetta einu sinni þegar ég fekk eitthvað svona skraut í íbúðina held ég, og það var, þú veist, rautt og já, ekkert rautt og ég aldrei í rauðu og ekkert, þú veist, heima hjá mér skiluru, þannig ég bara skipt lit, mér fannst það bara pent skiluru á skrautinu og það var alveg svona punktur að þú veist, það var alveg svona, já, skiptir lit og svona alveg, já, finnst þér ekki mega meira sennisinn eða þú veist, bara svona, en ég svona hef líka alveg fengið það svona á tilfinningu að svona margir fleiri en einn gefið það í skyn að sé mjög erfitt að gefa mig gjafir og ég veit ekki, þú veist, á ég að vera eitthvað að taka það inn á mig eða ég bara með það svona, þú veist, ég ekki með það eitthvað svona sérstakn stíl eða það, þú veist, sérhæfðan eða þú veist, og líka ef að fólk myndi þá þekkja mig nóg vel að þá væri bara mjög auðvelt að finna eitthvað sem að fittar inn í það, þú veist, sem að mig að fíla, eða þú veist, ég veit ekki. Já, ég líka búin að fá að heyra þetta, það sé mjög erfitt að gefa mér gjafir. En það út af því mjög erfitt týpur. Já, en það samt bara eitthvað svona út af því ég á allt. Þú veist, mér vantar ekki neitt. Og ef mér langar í eitthvað, þá kaupi ég mér það. Já, en mér finnst þau oft að hljóma mjög svona vanþakklátar gegnum þetta. Við erum bara algjörir forréttinda pésar og bara, þú veist, hefum ekki yfir neina kvarta, við bara ræða málin einhver smá umræðum, alls konar. Svo það bara það að ég nenni ekki að fara að vera eitthvað meðvirka hvort fólki sem að mynda sér skoðun á mér út frá því hvernig þau túlka það sem ég segi. I'm so sorry. Nei, ég ekki að segja það heldur, ég bara svona þú veist, ég bara meina, þú veist, að það kom kannski út eins og við sem eitthvað væla yfir að hafa þurft að þrífa upp skítin eftir okkur eða að þurftum að vera í útlöndum yfir jólin og bara mistum allt í jólaskap. Það má ekki vera deeping it sumt sem við erum að ræða við erum bara að reyna að hafa eitthvað gaman sko. Já, svo það. En eigum við ekki bara að þakka styrktaraðilum Kósar-X, Skinn 2004 og Tríhött og ef þið eru ekki að followa okkur á Spotify eða Apple Podcast eða það líka Facebook-grúpa sem að fólk inn á, heitir bara falsfréttir eða ekki? Bara grúpa á Facebook. Jú, hún má alveg vera virkari. Þú veist, ég að pælja að fara að bomba ykkur þarna inn og þú veist, fólk má alveg fara að bomba ykkur inn, þú veist, ef ykkur fannst ég og Lóis að vera vanþakklótar í þessum þætti, þið megið láta okkur vita. Já, líka ef að þið voru í 7. bekk og allt í einu vöknuðu bara upp og þið voru ekki lengur í jafn miklu jólaskapi, þá tengir Elva og hún væri alveg til að heyra hvort þetta var því að kenna eða Miami. Þú veist, punkturinn með eitthvað svona, já, við erum ekki vanþakklátar og allt þetta, bla bla, skilur, þú veist, þetta svo fín lína að vera eitthvað svona að passa sig ógeðslega mikið, að segja ekki hlutina á þann hátt að einhverjir eru að fara að túlka þetta öðruvísi eða eitthvað svona bla bla, eða þá að vera bara við sjálfar og tala og treysta á fólk að þú veist, ekki að allir, þú veist, það alltaf að fara að vera ykkur 1-2% sem að fara að vera, þú veist, upplifið einhvern veginn á annan hátt en við erum að meina þetta, skilur en ég vil freka bara vera með podcast þar sem við erum bara yapping away og erum bara að segja það sem við hugsum og segja það sem okkur finnst án þess að það sé eitthvað haldið gegn okkur. Það enginn fara að halda gegn okkur, ég bara segja, þú veist, að bara, þú veist, ef að fólk að hlusta á okkur og byrja alltaf inn að pæla bara ætlar ekki að vera neitt jákvæðar neitt eða eitthvað svona, fannst við eitthvað ekki vera jákvæðar yfir einhverju, að þá það bara ekki oft jafn krassandi og maður í þessu, þú veist, podcastið til að halda fólki við hlustunartækin, skilur, þannig að svona, þú veist,
Ég veit það ekki. Hefðu við átt að tala hvað við borðum á jólunum? Er það eitthvað interesting? Nei, mér finnst það ekki. Ég er bara að segja, nei, ég er líka bara að segja, þetta er kannski á við aðra þætti líka, ekki bara þannig þátt, skiluru, að ef ég er eitthvað að tala mína skoðanir og hinn og þessu og eitthvað, ég veit það ekki. Ég nenni ekki að sitja hérna og vera eitthvað að passa mig til þess að þóknast einhverjum öðrum. Ég langar bara að vera ég sjálf. Nei, við erum ekkert að því heldur. Ég veit ekki alveg, já, bara aðeins að segja. Já, ég veit, en ég bara að segja, út frá því, Þú ert búin að segja þetta þrisvar held ég. Ok, ég ætla að segja þetta einu sinni enn. For the ones in the back. Ég mun aldrei vera neinn önnur en ég sjálf. Oh my god, þar hafið þið það. Ég er hérna komið hór nýra á vör, þannig bara. Og ég er orðin rauð í andlitinu, að þeim er svo heitt með þess að sængi, ég veit ekki alveg hvað ég bara að pæla. Já, en við bara óskum ykkur gleðilegri jóla og vonum að þið vaknið öll í fyrramáli ef þið eru að hlusta þetta á útgáfu degi og verið bara uppfull af einhverjum jólatöfrum eins og þið séu 7. bekk. Já. Og vonandi verða jólin ykkar gleðileg. Allavega. Herðu, svo líka bara af því að ég er kvíða pési enda á þessu, af því að við erum ekki búin að tala nú. Hérna, ég myndi elska bara eitthvað feedback, jafnvel þótt þið þekkjum ekki neitt. Þú veist, gott eða slæmt, tell me about it, sko. Já, komum svo. Og þú veist, ef þið þorrið ekki að posta á Facebook-grúpuna, bara sendið mér, bara. Er hægt að posta anonymously á Facebook-grúpuna okkar? Ég skal tjekka á því. Ok. Ef það er ekki hægt núna, þá verður búin að breyta því, eða ég verður búin að breyta því þegar þessi þáttur kemur út, þannig að bara án jokes, open the gate, sko. Látið allt flakka. Ég út af eftir sumar þætti þá hafi bara ekki heyrst píp og þú veist, ég sé alveg að fólk er að hlusta, skilur, en ég er bara, oh my god, spæraling heima, bara þetta var ræðilega þáttur, það er enginn búin að minnast á neitt, skilur. Já. Bara nú hættu við, þetta er ekki að ganga neitt. En guð mig góður, ef einhverju enn þá hlusta bara, so sorry. Nei, fólk vildi lengri þætti, we're giving it to them. Já, njótið vel og gleðileg jól. Gleðileg jól.